Komið sæl, ég býð ykkur velkomin á 190. fund í sveitarstjórn Dalabyggðar sem haldinn hér í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Áður en við göngum til auglýstrar dagskrár þá legg ég til að bætt verði á dagskrá fundarins fundargerð byggðarráðs sem að verði dagskrárliður 14, 252. fundur. Síðan mál 2009-013, það er fjármálaráðstefna sveitarfélaga 2020, það er mál til kynningar og verður dagskrárliður 30. Og mál 2009-15, aukin nýting félagsheimila á Vesturlandi, mál til kynningar og það verður dagskrárliður 31. Þess vegna geta samþykkt að þessu málum verði bætt á dagskrá og gefið merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er hér fyrsta mál á dagskrá, það er fjallskil 2020. Það liggja hér fyrir fundagerðir fjallskilanefndar Fellsstrandar og Skógarstrandar sem eru lagðar hér fram. Enn fremur eru í fundagögnum leiðbeiningar frá almannavörnum og fleiri stofnunum vegna fjallskila, vegna heimsfaraldurs vegna COVID. Einhverju sem vilja ræða þessi mál sérstaklega. Það eru hér nokkra tillögur sem þarf að taka til afgreiðslu undir þessum lið. Það er enginn sem óskar eftir orðinu núna, þá er hér fyrsta tillaga bara að sveitarstjórn staðfesti framlögð gögn frá fjallskilanefndum Fellsstrandar og Skógarstrandar. Einhverju sem vilja ræða það sérstaklega. Þeir sem eru samþykkir þessum gögnum gefið merki. Það er samþykkt með öllum atkvæðum. Viðbragðsteymi Dalabyggðar fór þess á leið við allar fjallskilanefndir að þeir myndu tilnefna sóttvarnafulltrúa og það er ekki búið að tilnefna sóttvarnafulltrúa í Flekkudalsrétt, Skerðingsstaðarétt, Gyllastaðarétt, Skarðsrétt og Fellsendarétt. Og ég er því hér með tillögu að sveitarstjórn samþykkir því að fela réttastjóra í þessum réttum hlutverk sóttvarnafulltrúa. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu? Óskarningin, þeir sem eru samþykkir henni, gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Síðan er að síðustu í síðasta tillagan, það er leiðbeiningar smitgáttur réttum ganga út frá því að það sé hliðvörður þar sem líklegt er að þurfa að takmarka aðgengi. Þar sem talið er víst að ekki komi fleiri en 200 í réttina þá þarf ekki að takmarka aðgengi og því hliðvarsla óþörf. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir því eftirfarandi viðbót við leiðbeiningar smitgátt við göngum og réttum. Í réttum þar sem reynsla undanfarinna ára er að fjöldi hefur ekki náð 200 manns er heimilt að sleppa hliðvarslu en smitvarnafulltrúi ber að grípa inn í ef mannfjöldi í rétt verður meiri en venja er. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu? Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður nr. 2, það er breytingar á verslun samkaupa í Búðardal. Það liggur hér fyrir bókun stjórnar samkaupa vegna undirskriftalista sem var óskað eftir því að krambúðin yrði breytt aftur í kjörbúð. Einhverju sem vilja koma að ræða þetta svar stjórnar samkaupa. Einar, gjörðu svo vel. Ágætu fundarmenn. Ég var nú að segja, ég var nú fyrir vonbrigðum með þetta svar en ég var svo sem orðið fyrir vonbrigðum með viðbrögð forsvarsmanna samkaupa í þessu máli áður. Það kemur fram í svari þeirra að rekstur búðarinnar hafi verið óviðunandi í mörg ár og að breytingar fyrir 3 árum, það er sem sagt svo að breytt úr samkaup strax í kjörbúð hafi ekki skilað þeim ávinningi sem vænst var. Ég vil velta því þá upp hverjar voru eiginlega væntingar þeirra ef að það skilaði ekki út af því að maður veit bara að verslun hafi stóraukist, heimamenn voru farnir að snúa mjög mikið sinni verslun þangað. Þannig ég veit ekki alveg hvað þeir vildu meira en það En ég geri nú ráð fyrir því og ég er svolítið spenntur að vita hvað verður svo næsta skref ef það kemur svo í ljós að krambúðin, að rekstur hennar verður líka óviðunandi. Hvernig verður þessu breytt næst?
mér langar kannski líka að nota tækifærið og koma með annan vinkil inn. Ég hnaut það að svo fékk samkaupsbúðin hérna, eða þess krambúðin hérna, ákveðna athygli í Skessuhorni í síðasta mánuði vegna þess að þar voru atvik að ungmenni gátu verslað á sjálfsafgreiðslukössum, sem kannski aðeins annað mál, og það síðan búið að leiðrétta það í dag, en mér þótti rosalega leiðilegt að lesa hvernig forsvarsmenn Samkaupa svöruðu fyrir það og vörpuðu í raun og veru allri ábyrgðinni yfir á starfsfólk í búðinni. Eins og segir í grein í Skessuhorninu, með leyfi oddvita þegar að grípa stutt niður í greinina svarinu frá forsvarsmönnum krambúðinnar. Krambúðin þakkar ykkur fyrir að vekja athygli á sölu orkudrykkja sem innihalda koffein til ungmenna í gegnum sjálfsafgreiðslukassa verslunar okkar í Búðardal. Við hörmum að starfsmenn verslunarinnar hafi ekki verið nógu vakandi fyrir þessu. Við erum nú þegar búin að setja okkur í samband við verslunarstjóra krambúðarinnar og árétta að svona lagað er ekki leyfilegt og brýtur gegn samfélagsstefnu félagsins. Ég get ekki séð að það sé með nokkru móti að setja ábyrgðina á starfsmenn í þessu tilfelli. Þeir ættu kannski forsvarsmennir frekar að reyna að standa við samfélagsstefnu félagsins í það hvernig er verðleggja vörur út á landsbyggðinni. Starfsmenn þarna í undirmannaðri búð get ekki vaktað 2 sjálfsafgreiðslukassa allan daginn. Ég er náttúrulega vona að þetta mál haldi áfram að vinnast eins og það er búið að gera. Ég fagna því að fleiri sveitarfélög eru farin að koma með í þessa baráttu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls varðandi verslun Samkaupa í Búðardal. Skúli, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarmenn, mér langar bara aðeins að hnykkja á því að í svari þeirra samkvæmsmanna nefna þeir ekki nokkuð er varðandi hækkunum á vörum hjá þeim. Þar sem þeir fullyrtu við okkur í vor að yrði 7,7% hækkun. Við erum búin að gagnrýna það og segja að það sé að minnsta kosti 25% hækkun. Þeir hafa svo sem mótmælt því aðeins í samtali við þá, en þeir svara ekki fyrir það eða gagnrýna það neitt í þessum bókunum sínum frá þessum aðalfundi. Þannig að ég tel að þeir séu með því að samþykkja það að við séum að fara með rétt mál varðandi þessa verðhækkanir, og ég finnst gott að það komi að setja fram að við erum ekki að fara með neina fleipur í því, þannig að menn viti á því. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Mér langar að bæta við þetta að mér finnst svar Samkaupa að vera mikil vonbrigði, og ég held að það sem að íbúar hér í Dalabyggð séu fyrst og fremst að kalla eftir er bara að fá sanngjarnt vöruverð og geta verslað í heimabyggð. Þetta eru bara partur af þeim lágmarks lífsgæðum sem að menn vilja til þess að búa út á landi, og þetta er kannski eitt af þeim grundvallarskilyrðum sem að ætti að vera grunnþjónusta allt land, að menn geti þó greitt sama verð fyrir ákveðna grunnvöru. En ég er hér með tillögu sem ég vil bera upp. Sveitarstjórn Dalabyggðar lýsir yfir miklum vonbrigðum vegna afstöðu Samkaupa til mótmæla sem 320 íbúar í sveitarfélaginu undirrituðu sem og ályktun sveitarstjórnar. Afkoma Samkaupa hefur verið jákvæð undanfarin ár, því skorar sveitarstjórn Dalabyggðar á Samkaup að birta bókhaldið sem sýnir fram á þann stöðuga og vaxandi taprekstur sem borið er við vegna reksturs verslunarinnar í Búðardal. Þá óskar sveitarstjórn eftir skýringu Samkaupa á sjálfbærum rekstri sem þeir gera kröfu Samkaup hafa sagst leggja áherslu á samfélagslega ábyrgð í allri starfsemi sinni. Á sama tíma á verðkönnun Verðlagseftirlits ASÍ og matvöru í sumar sýnir að krambúðin hafi oftast verið með hæsta vöruverðið. Því er spurning í hverju hin samfélagslega ábyrgð Samkaupa felst. Nýlega ákvörðun Samkaupa að bjóða upp á vefverslun frá Netto og senda vöruna í Búðardal er undarleg þegar horft er til þess að með því eru Samkaup komin í samkeppni við eigin verslun.
Sveitarstjórn óskar eftir svörum hvernig þessi útfærsla sé raunverulega ódýrari þegar á hólminn komið heldur en að bjóða íbúum Dalabyggðar upp á sama vöruverð í krambúðinni í Búðardal eins og gengur og gerist í matvöruverslunum og höfuðborgarsvæðinu. Ég ætla að spyrja tæknimenn, eru þessi hljóð að trufla upptöku eða ekki? Nei, hljóð kemur inn með myndinu frá sig, þannig að þið haldið bara ekki strikið. Það eru einhverjir tæknilegir örðuleikar en ég held áfram að lesa tillöguna. Verslun í heimabyggð er hagsmunamál íbúa, því mun sveitarstjórn Dalabyggðar leggja til við Byggðastofnun að gerð verði úttekt á verslunarrekstri á landsbyggðinni og meðal annars kannað hvort að fákeppni í verslunarrekstri sé til staðar og sé að valda því að fólk á landsbyggðinni greiði hærra verð en íbúar á höfuðborgarsvæðinu. Einhverjir vilja ræða þessa bókun og tillögu? Þau sem eru samþykkir henni, gefið merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er hér næst dagskrárliður nr. 3, það eru málefni Auðarskóla. Á 251. fundi byggðarráðs 27. ágúst síðastliðinn þá var til umræðu ráðning skólastjóra og umræðu næstu skref vegna starfsloka Hlöðvers Inga Gunnarssonar, skólastjóra Auðarskóla. Ráðningarfyrirtæki Intellekka hefur verið fengið til þess að koma að ráðningu skólastjóra og ráðningarferlinu. Fræðslunefnd fundaði síðan 1. september og jafnframt fór byggðarráð aftur yfir. Nei, þetta er tvítekið hérna hjá mér, afsakið. Fræðslunefnd fór líka yfir málið og hún telur rétt að skoða skipulagsbreytingar. En hér fyrir fundinum svo sem liggur ekki nein önnur ákvörðun en við munum halda áfram að fjalla málið á lokuðum fundi eftir að upptaka hefur verið stöðuð. Einhverju sem vilja ræða þetta mál á öðru leyti? Það kveður sér engin hljóðs. Þá er hér næst þarna dagskrárliður nr. 4. Það er byggðasafn Dalamanna, Staðarfelli. Og semst á fundi byggðarráðs 27. ágúst síðastliðinn. Það var að leiðrétta hérna í gögnunum, það var ekki 27. febrúar. Þá leggur byggðarráð til að það er mikilvægt að sveitarstjórn taki ákvörðun hvert skuli stefna varðandi byggðasafnið og Staðarfell. Ég hef hér tillögu og hún er svo hljóðandi: Sveitarstjórn felur byggðarráði að hefja viðræður við ríkið að byggðasafn Dalamanna verði staðsett á Staðarfelli. Forsenda fyrir því að nægilegur fjárstuðningur fáist til verkefnisins. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu? Einar? Oddviti, ágætu fundamenn. Eins og tillagan er orðuð þarna, þá held ég að ég get ekki samþykkt hana. Ég get ekki samþykkt að það verði unnið að því að hún verði staðsett, að þetta hljómi þannig að byggðasafnið verði staðsett á Staðarfelli, þó að það jafnvel fáist fullt af peningum með því, út af því að óvissan í því sem óvissan í þessari tölu með við þessa skýrslu sem er komin núna, við vitum ekkert hver þessi tala verður, og þó við fáum að vita það frá ríkinu að við fáum 50 eða 100 milljónir með eitthvað, það gæti meira þess að ekki dugað upp í helming, sko. Ég ætla nú samt, ég ætla að vona að það fáist bara skýr niðurstaða úr þetta mjög fljótlega. Ég lýsti strax yfir, þegar þetta kom til tals, ég lýsti strax yfir ákveðnum efa þetta mál. Ég held að sveitarfélagið, við eigum töluvert af fasteignum og að fara að bæta við okkur þarna og reka fleiri fermetra þarna, og við vitum ekkert hvernig þetta endar með kostnað. Ég var samt fylgjandi því að þetta yrði allt saman skoðað og ég er ánægður með það að það er að fá það út úr ríkinu nákvæmlega hvað komið til með að fylgja með. Ég mun bara sitja hjá, ég mun ekki geta greitt þessu atkvæði eins og þetta er orðað þarna. Ég er einn af þeim sem, ég er nú ekki tæknifræðingur eða neitt, en ég held alltaf að það sé ódýrara að byggja nýtt þegar þetta komur upp í svona rosalega viðamiklar breytingar.
ég set bara stórt spurningamerki við það að við séum að festa okkur fleiri fermetra þegar við erum á sama tíma að tala jafnvel að reyna að losa okkur við félagsheimili og annað slíkt sem eru dýrar rekstrareiningar. Ég geri mér alveg grein fyrir því að byggðasafnið hefur svona ákveðið aðdráttarafl fyrir ákveðin hópa ferðamönnum. Þetta líka menningarstarfsemi sem okkur ber kannski að halda utanum, en við þurfum kannski líka bara að velja og hafna. Ég er náttúrulega að vona að þetta komist kannski í eitthvað betri farveg og þetta verði orðið skýrt kannski ef við fáum eitthvað svör frá ríkinu fljótlega. En það sem að náttúrulega oft komið til tals hér, hvort sem það er varðandi íþróttamannvirki eða önnur mannvirki sem sveitarfélag á, það er eitt að byggja þessi mannvirki og koma þeim upp. Það er síðan að reka þau og hverjum þetta þjónar, hverjum nýtist þetta. Og hvað veltir þetta í gegn, hvað nýtist þetta og til dæmis mér finnst engan hátt að bera þetta saman við rekstur á íþróttamannvirkjum eða skólamannvirkjum þar sem er rosaleg nýting. Ég er alls ekki með þess að gera eitthvað lítið úr byggðasafninu, mér finnst þetta frábært safn og mikið af flottum munum sem eru þarna. En ég mun sitja hjá við þessa afgreiðslu. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Sigríður? Oddviti, fundarmenn. Ég verð að játa að mér finnst allan spennandi að kanna þetta og ég hef alltaf, eða ekki alltaf, ekki fyrstu, en svona eftir að hafa skoðað staðarferli og eftir umfjöllun í menningarmálanefnd og við höfum fengið Valdísi á fundi til okkar og svona, að þá er ég mjög hlynnt við að skoða staðarferli. Því að í sjálfu sér er náttúrulega húsið safn út af fyrir sig og mér finnst máli skipta að þegar við náttúrulega höfum ábyrgð á þessu safni núna og við þurfum allan að vita hvað við ætlum að gera við það og við vitum að það getur orðið dýrt, sama hvað við gerum. En mér finnst bara skipta máli að við dreifum svona einmitt sveitarfélagið okkar. Ef við höfum ábyrgð á þessu, hvar ætlum við að setja það? Og þess vegna finnst mér bara staðfell vera spennandi því að mér finnst ekki eiga kannski alltaf vera að horfa á það að hafa allt við malbyggið í gegnum sveitarfélagið heldur kannski á í þessum jaðarbyggðum í sveitarfélaginu þar sem er kannski ekki neitt annað og mér finnst svolítið vera á okkar ábyrgð allan að kanna það. En þetta snýst náttúrulega alltaf pening og við þurfum svolítið að þess vegna ákveða hvað við ætlum að gera og hvort að við getum gert það. En ég er allan mjög hlynnt því að við bara klárum að kanna þetta og sjáum hvaða pening við fáum út úr því ef við fáum eitthvað og að þá kannski mörkum við stefnu í því hvað við getum raunverulega gert. Takk. Takk fyrir þetta, Sigríður. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Oddviti, sveitarstjórnarmenn, ég bara vil aðeins ræða ég er ekkert endilega búinn að taka afstöðu hvar ég vil hafa byggðasafnið. Heldur vil ég að við klárum að taka fyrir hvort við getum fengið staðarfell fyrir lítið og hvað við fáum ekki með því. Kannski kemur svo niðurstaða það sé bara ekkert vit í því. Við fáum þetta kannski gefins en ekkert með því, þá held ég þetta gangi aldrei. Þannig að ég vil að við bara klárum að fara í þá umræðu og við getum þá gengið frá því eða haldið áfram. Og ég veit ekki alveg hvort að, nefna að það eru einhverju 100 fermetrar þarna á Staðarfelli. Ég sé ekki muninn á því hvort við höfum það þar eða hvort við byggjum eitthvað nýtt. Það er alltaf fermetrar sem bætast við. Það er þá frekar að við notum þessi hús sem við eigum út allt ef við förum ekki í þessa leið. En ég held líka að þetta verði mun dýrara heldur en lagt upp með á endanum.
En kannski er líka hægt að dreifa þessu á mjög mörg ár. Það þarf ekki að gera allt í einu ef að niðurstaðan verður að fara þarna. En eins og ég segi, ég er ekki búinn að móta mér alveg afstöðu hvert að safnið á að vera þarna einhvers staðar annars staðar. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég allavega sjálfur mun samþykkja þessa tillögu vegna þess að ég til að klára það að skoða þetta mál, hvort að staðarferð fáist og hvort að það henti fyrir safn eða ekki. Í grunninn er kannski spurningin varðandi málefni byggðasafns Dalamanna sú: ætlum við að hafa safn eða ætlum við ekki að hafa safn? Við vitum alltaf að safn og allt sem tengist menningarmálum mun kosta, en mér finnst eins og rétt að klára að kanna þennan möguleika og þá taka ákvörðun af eða á hvað verður í framhaldinu. En þeir sem eru samþykkir tillögunni sem að ég las hér upp áðan, gefum merki. Þeir sem að sitja hjá, gefum merki. Hún er samþykkt með 5 atkvæðum, 2 sitja hjá. Þá er hér næst dagskrárliður 5, það er undirbúningur íþróttamannvirkja í Búðardal. Þetta var tekið fyrir á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar 4. september síðastliðinn og í undirbúningi bygging íþróttamannvirkja við Dalabúð Auðaskóla. Fyrir liggur að taka þar ákvörðun næstu skref í ferlinu en ljóst er að vinna þar nýtt deiliskipulag á svæðinu. Fyrirhuguð uppbygging á íþróttamannvirkjum við Dalabúð Auðaskóla mun gjörbylta aðstöðu til íþróttaiðkunar í tengslu við skólastarfsemi í Búðardal. Þar sem ekkert deiliskipulag liggur fyrir á svæðinu mælist skipulagsnefnd til að sveitarstjórn samþykki unnin verði tillaga að deiliskipulagi í samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverjum vilja ræða þetta sérstaklega? Kristján, gerðu svo vel. Oddviti, góða fundamenn. Það eru, ég tel að það sé rétt að það komið fram að þetta með að ráðast í deiliskipulag, það kemur frá undirbúningshóp íþróttamannvirki sem var skipaður af sveitarstjórn og það er undir dagskrárlið 25 er minnisblað síðasta fund þess undirbúningshóps og þar var sem sagt önnur ákvörðunin sem þar var tekin var sem sagt það að beina því máli inn í umhverfis- og skipulagsnefnd að það yrði ráðist í deiliskipulags vegna íþróttamannvirkja. Þetta er fjármagn vegna þessa verkefnis er á fjárhagsáætlun, þannig sé alltaf legið fyrir að það yrði ráðist í þetta. Það er eins og rétt að taka þetta fyrir vegna þess að formlega það var samþykkt tillaga hér í sveitarstjórn sumarið 2018 en þar var talað aðalskipulag og deiliskipulag í framhaldi af því. Nú er það þannig að það er verið að vinna að aðalskipulagi og breytingum á því en í gildandi aðalskipulagi er svæðið hérna sunnan við Dalabúð skilgreint sem stofnanarsvæði, þannig að sjálfur sér rúmast það alveg innan núverandi aðalskipulags að fara í þessi deiliskipulagsvinnu og þetta er það að leggja til að það sé farið í þetta núna og í samræmi við fjárhagsáætlun, búin að hugsa til þess að sé hægt að flýta þessu ferli og að deiliskipulagi sé unnið með þeim hætti að það sé sveigjanlegt, þannig að það sé ekki búið að negla nákvæmlega niður hvernig byggingarnar líti út, heldur bara búið að festa þegar aðalskipulagi að þarna á þessu svæði séu byggingarreitir fyrir íþróttamanna. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Þetta er góða fundamenn, það er bara aðeins varandi þetta að ég held þetta sé nauðsynlegt að fara í þessa deiliskipulagsvinnu því á meðan það er ekki búið að ákveða hver mannvirkin eiga að vera endanlega, þá er ekki hægt að fara að sjá hver kostnaður við þau er og ég segi fyrir mig allavega að meðan ég get ekki séð hvað kostar að byggja þessi íþróttamannvirki þá get ég ekki tekið afstöðu til þess hvort ég er með eða á móti að byggja þau. Ég vil allavega sjá kostnaður við það
ef þetta er svo óheyrilega mikið að sveitarfélag stendur aldrei undir því, þá mun ég ekki samþykkja það að byggja íþróttamannvirki. Það er bara svoleiðis. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Þú beðið orðið einar það? Það var hér tillaga að unnin verði tillaga að deiliskipulagi fyrir uppbyggingu íþróttamannvirkja, þess sem geta samþykkt hana, gefumerki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst mál nr. 6, það er deiliskipulagi í landi Sólheima. En QR Æsland óskar eftir því að hefja vinnu að tillögu deiliskipulag fyrir vindorkuver í landi Sólheima í samræmi við áætlanir fyrirtækisins uppbyggingu vindorkugarðs. Og umhverfis- og skipulagsnefnd leggst ekki gegn því að hafa verið að vinna við nýtt deiliskipulag í landi Sólheima, en bendir á að nýtt deiliskipulag tekur ekki gildi fyrir en breytingu á aðalskipulagi hefur öðlast gildi. Einhverjum sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? En þá er hér tillaga það að QR Æsland geti hafið vinnu við að gera deiliskipulagstillögu fyrir vindorkuver í landi Sólheima. Þessum eru samþykkir henni gefumerki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er hér dagskrárliður nr. 7, það er ný jörð úr landi Sælingsdal, landnúmer 137-739. Þetta var tekið fyrir á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar 4. september síðastliðinn. Og í tilefni af fyrirhugaðri sölu á hluta af jörðinni Sælingsdals ásamt húsakosti jarðarinnar þá óskar ríkiseignir fyrir hönd landeigenda Ríkissjóðs Íslands eftir samþykki fyrir landskiptunum á ríkisjörðinni Sælingsdals samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin samkvæmt 13. grein jarðalaga. Einhverjum vilja ræða þetta mál sérstaklega? Ég ætla aðeins að taka þetta máls því að varðandi þetta atriði. Mér finnst ríkiseignir vera að ganga þarna svolítið freklega fram að skipta jörðinni og gera ráð fyrir því að all hlunnindi jarðarinnar fylgi áfram þeim hluta sem ríkið eigi. Þetta er alveg eins og sama með að setja það fordæmi að aðal eins og Jim Ratcliffe sem á nokkrar veiðijarðir á norðausturhorninu myndi selja þær allar aftur til landbúnaðar en skipta þeim þannig út að hann fengi einn veiðiréttinn. Þannig ég sjálfur er á móti þessari breytingu því ég tel bara miklu hreinlegra að annarkvort komi ríkið jörðinni í ábúð eða þeir selji jörðinni í heild sinni. Í staðan þeirra að vera með einhvern svona útasaum og rýra landkosti þá hluta jarðarinnar á móti hinn. En það er hér tillaga að fyrir landskipti fyrir Sælingsdals 2 og landi Sælingsdals, þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefumerki. Þeir sem eru á móti. Þeir sem setja hjá. Sigríður, ertu með á móti, situr hjá? Tillagan er felld með 5 atkvæðum, 1 situr hjá og 1 er samþykkur. Þá er hér næst dagskrárliður nr. 8, það er afmörkun lóðar Kvennabrekkukirkju 137949 og nýskráning lóðar undir kirkjugarð. Og það eru ríkiseignir fyrir hönd ríkissjóðs sem óska eftir því að stofna lóð undir kirkjugarð og kirkju úr landi Kvennabrekku samkvæmt meðfylgjandi uppdráttum og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við stofnun lóðanna. Þau sem eru samþykkir því að þessar lóðir verði stofnaðar gefumerki. Það er samþykkt samhliða. Þá er dagskrárliður 9, það er iðnaðarsvæði við Iðjubraut í Búðardal. Nefndin, þetta var tekið fyrir á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar 4. september síðastliðinn og nefndin leggur til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að senda skipulagsstofnun deiliskipulagi til yfirferðar og auglýsingum gildistöku þess verði birt í B-deild stjórnartíðinda að uppfylltum skilyrðum er varða skráningu, fornleifa og úttekt á vistgerð svæðisins. Einhverjum sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega? Það gæði sér ekki hljóðs, þá er bara þeir sem eru samþykkir því að við felum skipulagsfulltrúa að auglýsa þetta, samanber tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar gefumerki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er hér næst
Dagskrárliður 10, það er aðkoma skólabíla við leikskóla. Það liggur hér fyrir tillaga aðkomustæði fyrir skólabíla við leikskólan. Einhverjum vilja ræða þetta? Kristján, gjörðu svo vel. Oddviti, góði fundarmenn, það hefur verið lengi verið athugasemdir við aðkomu að skólabíla að leikskólanum, að þeir þurfa að bakka við skólan og þess háttar. Og nú er þetta mjög snúið úrlausnarefni. Þetta mun hafa verið til umræðu. Ég veit ekki hversu formleg hún var reyndar á síðasta kjörtímabili og þá var þessi hugmynd sem að hér liggur fyrir líka kynnt. En þá vildum menn bíða eftir niðurstöðu varðandi íþróttamannvirki og að snúningsstæði yrði þar. Nú er hins vegar, vitum við náttúrulega ekki nákvæmlega hversu langt er í það að íþróttamannvirki komi. Hins vegar er þarna ákveðin leið til að taka á hluta af vandanum sem að er í fylgiskjalinu sem að hérna liggur fyrir. Þetta er ekki óskaleiðin, þetta er ekki leið sem að leysir allan vandan en hún leysir hluta af vandanum. Og þetta er líka leið sem er algjörlega afturkræf og ekki mjög dýr og getur rúmast innan fjárhagsáætlunar varðandi gatnagerð og gangstéttir. Þannig að þess vegna er það lagt til að það verði ráðist í þessa framkvæmd og ég segi hún það er auðvitað töluvert kostnaður en allavega þannig að ef hún ekki reynist hentug að þá er þá allavega hægt að kalla hann tilbaka. Og ég vil geta þess að ég heyrði fyrst þessa hugmynd fyrir stuttu og það var í gegnum einn af skólabílstjórunum sem að sagði mig frá það að þetta hefði komið og verið bent á þetta af einu skólabílstjóra á sínum tíma. Fyrir ekki kannski eitt, ég hef búin að senda þessa tillögu til skólabílstjórana og ég hef líka sendt þetta til aðstoðarleikskólastjóra og skólastjóra. Hef ekki fengið, fékk ekki athugasemdir nema frá aðstoðarleikskólastjóra þar sem að hún lýsti bara ánægju með þessa hugmynd. En frá skólabílstjóra einum kom athugasemdir sem er alveg réttmætum að þetta leysir ekki nema hluta af vandanum en það er áfram ákveðin vandi til staðar. Þetta stæði mun ekki ráða við nema kannski 2, mestarlega 3 bíla í einu en þeir eru fleiri. En spurningin er hins vegar svo eigum við að gera eitthvað eða eigum við bara ekki að gera neitt. Það er það sem að þess vegna er þetta lagt hér fram til umræðu og skoðunar. Takk fyrir þetta, Kristján. Það er alveg mín skoðun að það er betra að gera eitthvað en gera ekki neitt en orðið er laust þessa tillögu. Einhverjum sem vilja taka til máls. Þá er ég bara tillaga um þetta aðkomustæði fyrir skólabíla við leikskólan. Þau sem eru samþykkið þessari tillögu gefið merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst dagskrárliður 11. Það eru dagsetningu funda veturinn 2020 til 2021. Hér er bara yfirlit yfir tímasetningar og fundum sveitarstjórna og nefndum sveitarfélagsins og þetta er bara lagt fram hér til kynningar. Einhverjum sem vilja ræða þetta sérstaklega. Kristján? Oddviti, góði fundarmenn, bara örstutt að í skjalinu eru þetta eru fundardagar miðað við samþykkt sveitarfélagsins og eftir að
að haft var samband við alla formenn nefnda. En það eru þarna nokkrir staðir sem eru gulmerktir. Það er reyndar eingöngu ef ég man rétt sveitarstjórn og byggðarráð. Og þar hafa fundirnir sem sagt verið færðir til út frá því sem þeir eiga að vera beint samkvæmt sem sagt samþykktum. En það er af tveimur ástæðum. Það er annars vegar bara þegar það liggur þannig í mánuði eða það er hátíðisdagur eitthvað þess háttar. Og svo er þarna fundur sveitarstjórnar í lok október vegna fjárhagsáætlunar. Einhverju fleiri sem vilja ræða fundadagskrá? Svo virðist ekki vera. Þetta er bara lagt fram, þetta er kynningar. Þá er hér næst fundagerð byggðarráðs. Það er byggðarráðsfundur nr. 251. Einhverju vilja ræða þá fundagerð? Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykki fundagerðinni gefið merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst fundagerð fræðslunefndar. Það er fundur nr. 98. Einhverju sem vilja ræða þá fundagerð? Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst fundagerð byggðarráðs Dalabyggðar. Það er fundur 252. Einhverju sem vilja ræða þá fundagerð? Það kveður svo engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst fundagerð stjórnar dvalar- og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns. Það er fundur nr. 35. Einhverju sem vilja ræða þá fundagerð? Þeir sem eru samþykkir þeirri fundagerð gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar, fundur nr. 107. Einhverju sem vilja ræða þá fundagerð sérstaklega? Þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er hér til kynningar. Það er fyrst fundagerð Brunavarna, Dala, Reykhóla og Stranda BS. Það er fundagerðir frá 3. maí og 20. ágúst síðastliðinn sem eru lagðar fram til kynningar. Einhvers vil ræða þær. Svo virðist ekki vera. Það eru fundagerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það er fundagerð fundar nr. 886 hjá stjórninni frá 28. ágúst. Einhvers vil ræða hana. Það biður enginn orðið. Þá er næst fundagerð hjá stjórnar fasteignafélagsins Hvamms frá 3. september. Liggur hér fram til kynningar. Síðan er dagskrárliður 20. Það er landsfundur og jafnréttismál sveitarfélaga 2020. Sökum þarna aðstæðna verður hinn árlegi landsfundur og jafnréttismál sveitarfélaga haldinn sem fjarfundur þriðjudaginn 15. september. Að fundinum í ár standa Akureyrarbær og Jafnréttisstofa. Kristján Jónsson. Oddviti, góðu fundamenn, ég verður bara eiginlega að segja ykkur frá í samband við þessa jafnréttisfundi jafnréttisfundi sveitarfélaga. Ég sótti þennan fund á síðasta ári og þar hafði ég á orði við framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu að þessi fundir, það væri svona dálítið mikil skekkja í þeim. Þetta væri allt út frá sjónarhóli stóru sveitarfélagana og stóra eininga og það þyrfti að ræða það hvernig minni sveitarfélögin, hvernig sem sagt lög og reglur og jafnréttismál væri áskorun fyrir sem sagt minni sveitarfélögin og sagði við hann að mér fyndist að það ætti bara að helga einn landsfund jafnréttismál sveitarfélaga því viðfangsefni. Hún náttúrulega tók mig á orðinu og bað mig að vera með framsögu á þessu þingi núna sem að síðan er sem sagt verður þarna í styttri mynd. Þetta er sem sagt fyrir hádegi þann 15. en ég mun sem sagt koma þessum sjónarmiðum á framfæri að það við getum bara tekið jafnlaunavottun sem er mjög mikilvægt atriði, alls ekki að draga úr því. En vinnan fyrir sveitarfélag eins og Dalabyggð og kostnaður svona það bil svo sami eins og fyrir miklu stærri sveitarfélag.
þetta er eitthvað sem ég finnst mikilvægt að koma á framfæri. Fleiri sem vilja taka til máls. Þá er næst dagskrárliður 21, það er viðbrögð Dalabyggðar vegna heimsfaraldurs COVID. Liggur hér fyrir fundinu minnisblað. Svo vilja ræða það sérstaklega. Þá er næst dagskrárliður 22, það er ungmennaráðstefna Ungt fólk og lýðræði. Það er dagskrá fyrir ráðstefnu 17. september næstkomandi sem liggja hér frammi til kynningar. Einhver sem vilja ræða það. Þá er fundir Sorpurðunar Vesturlands 2019-2022. Það liggja hér fyrir fundagerðir stjórnarfundar 12. ágúst og fundabóð eigandafundar 7. september. Einhverju sem vilja ræða það. En getur kannski bætt hérna við að fyrir hönd Dalabyggðar þá sótti Kristján eigandafundin sem var haldinn síðasta mánudag. Ég satt hann fund líka sem stjórnarmaður í Sorpurðin og nú liggur fyrir að unnin verður stefnumarkandi áætlun fyrir starfsemi Sorpurðunar til næstu 12 ára, hið minnsta allavega. En ég vil vekja athygli sveitarstjórnarmanna hérna í Dalabyggð og því sem er handan við hornið í sorpmálum og fleiri hlutum. Ég sem stjórn Sorpurðunar heimsótti Gaia, gas- og jarðgerðarstöð Sorpu í lok ágúst, mjög áhugaverð og skemmtileg heimsókn. Og það er alveg gríðarlega stórt átak framundan í stjórnun mála varðandi úrgangsmál. Og það sem ég vil vekja athygli sveitarstjórnarmanna á því varðandi það er það að það er óskaplega einfalt að bara loka augunum fyrir þeim verkefni sem eru framundan og ætla bara að deila allan kostnaði tengdum úrgangsmálum bara í skatt út til íbúanna. Og til dæmis bara eitt atriði sem er núna til umræðu, það er áætlun ráðherra úrgangsmál og innleiðing á nýrri stefnu og drög ráðherra að þessari stefnu þau ganga lengra heldur en stefna Evrópusambandsins í úrgangsmálum. Þannig að það á að innleiða í raun og veru meira í reglur Íslandi heldur en við verðum að gera út í Evrópu. Og þetta frumvarp hefur ekki verið kostnaðarmetið fyrir íslenskar aðstæður. Þannig bara vekja athygli sveitarstjórnarmanna á þessu. Þá er næst dagskrárliður 24. Það er sameining sveitarfélaga, skoðun og valkostagreining. Það liggur hér fyrir fundinu minnisblað. Einhverju sem vilja ræða það sérstaklega. Svo virðist ekki vera. Síðan er undirbúningur íþróttamannvirkja í Dalabyggð. Minnisblað frá fundi undirbúningshóps. Einhverju sem vilja ræða það. Kristján kom inn á þetta hér áðan og dröðrum dagskrárlið. Guðs fyrir engin hljóðs, þá er hér dagskrárliður 26. Það er breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuvers á Hrónjarstöðum. Og þetta var tekið fyrir á fundi umhverfis skipulagsnefndar og í samræmi við 8. grein laga mat- og umhverfisáhrifum hefur Skipulagsstofnun farið yfir tillögu stormorku og matsáætlun fyrir vindorkuver í landi Hrónjarstaða ásamt þeim umsóknum og athugasemdum sem báru stofnuninu og viðbrögðum framkvæmdaaðila við þeim. Þetta er lagt fram til kynningar. Og einnig er lagt fram til kynningar hér svar Skipulagsstofnunar vegna auglýsingu á breytingu á aðalskipulagi og kannski rökrétt að það svar Skipulagsstofnunar fari fyrst fyrir umhverfis skipulagsnefnd áður en að sveitarstjórn taki afstöðu til þess sem þar kemur fram. Einhverju sem vilja ræða þetta sérstaklega. Þá, Kristján, hversu vel? Ég held að oddviti góða fulltrúamenn sé rétt að komi fram að í bréfi svari Skipulagsstofnunar vegna auglýsingu og breytingu á aðalskipulagi og það er semst því svarað í einu bréfi bæði varðandi mögulegt verkefni á Hróneyjarstöðum og mögulegt verkefni á Sólheimum að þar beinir Skipulagsstofnun því til Dalabyggðar að bíða með auglýsingu þar til
landsviðauki við landsskipulagsstefnu liggur fyrir. Ég er alveg sammála því að það er eðlilegt að umhverfis- og skipulagsnefnd fjalli þetta. Og síðan eru margvíslegar athugasemdir líka til viðbótar sem að þarna koma fram. En þetta á semst bæði við sólheimaverkefnið og eins og segi sólheimaverkefnið og Hrollaugsstaðaverkefnið, og ég veit að sömu tilmælum var beitt til Reykhólahrepps út af mögulegu vindorkuverkefni í Garpsdal. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá er næst dagskrárliður 27. Það er í breytingu á aðalskipulagi vegna vindorkuvers í Sólhöfum. Það liggur hér fyrir bara til kynningar svar Skipulagsstofnunar, sama svar og við vorum að fjalla hér í dagskrárliðnum undan varðandi Hróðnýjarstaði. Síðan er þarna dagskrárliður 28. Það er hlutverk og tilgang ungmennaráða sveitarfélaga. Það liggur fyrir fundinum bréf frá umboðsmanni barna. Einhverjum sem vilja ræða það. Svo er dagskrárliður 29. Það er útivistarskógur í landi Fjósa. Þetta var á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar og skipulagsnefnd hún gerði ekki athugasemdir við það að hafist verið handa við að þarna undirbúa væntanlegan útivistarskóg sem yrði þá væntanlega með samningi upp á 10 hektara. Einhverjum sem vilja ræða þetta sérstaklega. Svo virðist ekki vera. Þá er hér næst dagskrárliður 30. Það er fjármálaráðstefna sveitarfélaga 2020. En hún verður með breyttu sniði í ljósi aðstæðna og hún verður þarna alfarið á netinu í 2 tíma hvern dag. Og svo í framhaldinu því verða vikulegir fundir út október þar sem farið verður í sérstök málefni sem tengjast fjármálum sveitarfélaga. Og þeir fundir verða kynntir sérstaklega þegar nær dregur. Einhverju sem vilja ræða þetta? Svo virðist ekki vera. Þá er hér dagskrárliður 31. Það er þarna erindi frá samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi en það er ráðstefna aukna nýtingu félagsheimila á Vesturlandi. Það er fjarfundur eða fjarráðstefna sem verður haldin 17. september næstkomandi. Þetta liggur hér frammi til kynningar. Og svo er dagskrárliður 32. Það er skýrsla frá sveitarstjóra. Það liggur hér fyrir minnisblað störf sveitarstjóra frá síðasta fundi sveitarstjórnar. Einhverju sem vilja ræða það. Þá er formlegri dagskrá lokið. Við höfum eftir að taka hér fyrir á lokuðum fundi eitt mál. Og næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar verður fimmtudaginn 15. október næstkomandi. Það er kannski hann færist til eina viku frá því sem ætti vera samkvæmt samþykktum Dalabyggðar en það er kannski meira gert við þess að fastanefndir sveitarfélagsins hafi tök á því að funda fyrir sveitarstjórnarfundir. Þá bara segi ég fyrir formlegri upptöku lokið og við tökum yfirförum fundagerð og förum með atriði sem fara að taka fyrir lokuðum fundi.